Hæ, ég heiti Brynja og ég ætla að kynna fyrir ykkur skordýr. Einkenni og útlit. Búkurinn á skordýrum skiptur í 3 liði, höfuð, framból og afturból. Skordýr hafa ekki beinagrind, heldur yfirstoðgrind sem gerð úr kítíni. Skordýr eru með 3 pör fóta, öll á frambólnum. Munnur skordýra gerður úr efri bitkjálkanum og neðri. Skordýr eru með 2 fálmara sem eru misjafnlega langir. Á afturbólnum eru engir fætur. Skordýr nota afturbólinn mjög mikið til að halda jafnvægi. Mörg skordýr lifa í samfélögum. Þessi skordýr kallast félagsskordýr. Í mauraþúfum eru til dæmis hermaurar sem vernda maurabúið gegn óvinum, en vinnumaurar mata drottninguna og lirfurnar. Drottningarnar lifa neðst í mauraþúfunni og eru miklu stærri en hinir maurarnir og hafa það eina verkefni að verpa eggjum. Býflugur, hunangsflugur og geitungar lifa líka í félögum þar sem dýrin gegna mismunandi verkum. Skordýr. Skordýr eru fjölbreyttasti hópur lífvera. Það eru yfir 1.000.000 tegundir skordýra. Skordýr hafa ekki lungu. Ég get samt ekki svarað því af hverju þau hafa ekki lungu því ég bara hef enga hugmynd. Skordýr komu á jörðina fyrir það bil 400 milljónum ára á svokölluðu Devon tímabili. Skordýr þrífast næstum því alls staðar á jörðinni. Uppruni. Eins og flest önnur dýr eiga skordýr uppruna sinn í sjó og fyrir svona 350 milljónum ára námu þau land þar. Frjóvgun skordýra. Við frjóvgun skordýra annaðhvort fullkomin eða ófullkomin myndbreyting. Hérna á myndinni sést fullkomin breyting þar sem í þessu tilfelli fiðrildi verpir eggi og eggið verður að lirfu og svo verður lirfan að púpu og púpan verður að venjulegu fiðrildi. Ófullkomin myndbreyting þegar fullvaxið skordýr verpir eggi og það kemur bara skordýr úr egginu. Geitungar. Helstu einkenni geitunga. Geitungar geta orðið alltaf 1,8 til 5,5 cm á stærð. Geitungar geta farið ansi hratt eða alltaf 40 km á klukkustund. Vængaf geitunga yfirleitt 7,6 cm en það fer eftir tegund. Helstu tegundir geitunga Asian Giant Hornet, Asian Hornet og European Hornet. Alls konar staðreyndir geitunga. Geitungar eru hópdýr og hafa eina drottningu sem verður drottningi alltaf 10 ár. Ef svo fer að drottningin deyr eða slasist, það verður bara ný drottning. Drottningin alltaf áberandi stærst og því léttara að greina hann frá hinum. Geitungar borða helst sykurmiklar plöntur. Þeir elska rotna ávexti. Geitungar sem eiga heima nálægt mönnum fara ofta á ruslahaugana og finna úldna ávexti. Ef þú verður stungin af geitungi, þá ráðlagt að skoða sárið vel og sjá hvort broddurinn sé ennþá í sárinu. Stundum dettur hann úr og stundum ekki. Ef hann ennþá í sárinu ráðlagt að taka flísatöng, spritta hana vel og fjarlægja broddinn varlega. Því oftar sem þú verður stungin yfir lífstíð þína, því líklegra að þú fáir sýkingu í sárið og því ráðlegt að þú farir á næstu heilsugæslu ef sárið bólgnar mikið upp. Takk fyrir mig.